Þingfundi var ítrekað frestað af Alþingi í dag og hvöss orðaskipti áttu sér stað milli þingmanna. Veiðigjaldafrumvarpið náði ekki fram að ganga en samkomulag þinglok á mánudag. 2 hið minnsta voru drepnir í sífellt harðnandi árásum Rússa á Úkraínu. Rússlandsher skaut hundruðum dróna og nærri 30 eldflaugum í nótt. Svefnlausar nætur eru nýja normið fyrir íbúa Kiev. Í 650 metra hæð yfir Neskaupstað hafa harðjaxlar frá Litáen komið sér fyrir til að setja upp og viðhalda snjóflóðavörnum. Þeir búa niður í bæ og víla ekki fyrir sér að ganga í vinnuna á hverju morgni. Fjöldamótmæli eru orðin fastur hluti af tilveru Íslendinga. Það auðveldara en áður að skipuleggja þau með hjálp samfélagsmiðla, segir félagsfræðiprófessor sem rannsakar þessa hlið samfélagsins. Og við verðum í beinni frá Selfossi, þar sem grillilmur lá í loftinu á bæjarhátíðinni Kótilettunni sem í fullum gangi. Stórtónleikar verða á svæðinu langt fram eftir nóttu. Gott kvöld. Til hvassra orðaskipta kom milli þingmanna á Alþingi í dag. Þingfundi var ítrekað frestað og svo slitið fyrirvaralaust án þess að gengið yrði til atkvæða veiðigjaldsfrumvarpið. Þegar útséð virtist að samkomulag næðist var tilkynnt þinglok á mánudag. Það var sérstök stemning hér á Alþingi í dag. Það var þungt yfir fólki og það töluðu nánast allir þingmenn að það væri þung undiralda. Þingfundi var frestað aftur og aftur og fæstir vildu tjá sig hvað væri í gangi. Eftir að fundi hafði verið frestað 7 sinnum urðu hvöss orðaskipti milli þingmanna undir liðnum fundarstjórn forseta. Veiðigjaldsfrumvarpið var skyndilega tekið af dagskrá og þingfundi slitið. Mér hefur sýnst meirihluti verið að semja við sjálfan sig og það sé þar sem að allt strandi. Mínu mati líkur þessu ekki fyrir að forseti Alþingis tekur af skarið og ákveður hvernig þetta á að vera. Dagskrárvaldið hjá meirihluta og það það sem við erum alltaf að benda á. Og það líka forseti þings sem að stýrir hér störfum þingsins og nú ábyrgð forseta mikil. Ábyrgð forseta mikil að Alþingi sé starfhæft. Mér fannst Alþingi á mörkunum að vera það hér rétt áðan. Þannig að núna þetta í höndum forseta að við getum náð að ljúka hér þingstörfum svo að sé svona með eins miklum sóma hægt úr þessu. Og aðeins nokkrum mínútum eftir að við ræddum við Sigurð Inga og Guðrúnu tilkynnti forseti Alþingis að samkomulag hefði náðst við minnihlutann að þinglok yrði á mánudag 14. júlí. Samkvæmt dagskrá þingsins verður umræða 3 mál, veiðigjaldafrumvarpið, frumvarp jöfnunarsjóð sveitarfélaga og fjármálaáætlun. Auk þess sem veiting ríkisborgararéttar verður rædd í allsherjar- og menntamálanefnd. Eiríkur, þetta eru óvanaleg þinglok sem að hann blasa við. Já, það hefur nú verið heilmikill handagangur í öskjunni og svona hver höndin upp á móti annari og þetta, maður sá nú ekki alveg fyrir hvernig þetta myndi nú allt saman velkjast og fordæmalausir tímar að sumu leyti við beitingu þessa ákvæðis núna sem kannski bara orðið þá vanalegt tæki. En síðan nást samningar í dag, svona hefðbundnir samningar þinglok eins og alltaf En þetta eru fá mál sem á að klára. Þetta ekki nema 4 mál en bunkinn af ókláruðum málum sem liggur fyrir þinginu miklu stærri. Já, ég rendi yfir þennan bunka svona fyrir útsendingu núna. Þetta gríðarlegu fjöldi af málum sem að falla öll bara dauð niður og verður að höfða þá á nýju í haust og já, eftirtekjan þetta rýr í samningunum sjálfum. Ríkisstjórnin næri gegn þessu stóra máli sínu, veiðileyfamálið sem allt þetta hallíhú hefur nú eiginlega svona snúist og raunin það bara þetta jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem kemur þarna inn því að fjármálaáætlunin bara hreinlega lögbundið mál. Verður að afgreiða það og svo þetta með ríkisborgararéttinu ekki pólitískt mál En maður tekur eftir því að þarna eru stór umdeild mál sem ekki verða afgreidd. Bókun 35 verður ekki afgreidd, ekki strandveiðifrumvarpið, ekki lífeyrisfrumvarpið
og ýmis önnur stór mál sem að áhersla hefur verið lögð á. Ýmislegt húsnæðismál, leigumarkað og svo framvegis, þetta fellur allt dött. Einmitt og þá þarf stjórnarmeirihlutin væntanlega að leggja þau fram aftur að nýju á næsta þingi sem að kemur saman í fyrri hluta september. Já, og þá byrjar bara ballið upp á nýtt, því að það náttúrulega eru stálin stinn á milli þessara tveggja fylkinga og stórirðin hafa náttúrulega bara flogið hérna undanfarna daga og manni hefur nú stundum fundist þess að menn væri svona drama aðeins yfir sig í þessu máli öll saman Finnst þér svona virðing Alþingis Alþingi sett niður í augum þjóðarinnar? Það bara ágætis spurning Alþingi átakavettvangur, þarna á fólk að takast á og það allt í lagi að það einhver hnífil yrði fljúgi á milli. Þetta á ekkert að vera eitthvað settlegt teboð, bara alls ekki. En maður finnur það hins vegar á umræðinni bara út í þjóðfélaginu og fólk fundist þetta vera komið bara út yfir allan þjófabálk og fólk var farið já, ég myndi bara segja að fólki fundist þetta bara mjög skrítið og hafði ekki mikla samúð með því sem að bara mjög margir bara lýsa sem skripaleik, þannig að virðing Alþingis hefur kannski ekki aukist mikið á undanförnum dögum. En á móti kemur og ég held að það hafi engin varanlegu skaði svo sem orðið Einmitt. Takk fyrir komuna, Eiríkur Bergmann. Og það er útlanda. Að minnstakosti 2 voru drepnir í loftárásum Rússa á Úkraínu í nótt og 2 særðust. Árásir Rússlands hers verða sífellt harðari og íbúar í höfuðborginni eru örmagna eftir svefnlausar nætur. Þótt lífið í Kyiv gangi að mestu sinn vanaganga degi til það alls ekki svo á nætuna. А потім наступає вечір, ти збираєш сумку, ставиш її біля виходу, готуєш коляску, одяг собі, дитині і знаєш, що як не сьогодні, так завтра ти підеш в укриття, бо тому що Росія знову буде на тебе кидати ракети. Í Manets finnst hún öruggari á neðanjarðar lestastöðinni og leitar þar skjóls á næturna ásamt 10 mánaða syni sína. Це моя дитина. Він просто родився. Вбивати його за те, що він народився в Україні, навіть якщо так, він не обрав, де йому народжуватись. Він навіть мене не обрав на те, що Крим. Loftárásir Rússlandshers hafa harðnað síðustu daga. Í nótt skutu Rússar nærri 600 drónum og 26 eldflaugum að Úkraínu. Б'ють ціленаправлено в житлові будинки, в квартали, де немає жодних стратегічних об'єктів. Ну і можна сказати, що це така їх тактика, щоб ми боялися, щоб було якомога більше людських жертв. Þarna lenti dróni á heimili Karínu Hólf í Kyiv. Вдень ти ходиш, п'єш каву, посміхаєшся, зустрічаєшся з друзями, спілкуєшся, якісь хобі в тебе є, відпочинок, а вночі ти просто прощаєшся з життям кожного разу, коли ти чуєш звук шахеда чи ракети. Vopnasendingar frá Bandaríkjunum eru komnar aftur á stað samkvæmt Úkraínuforseta. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í viðtali í gær að Úkraínumenn fái meðal annars Patriot eldflaugavarnarkerfi. Frá því að Rússar hófu innrásarstríðið hafa fleiri en 13.000 almenni borgarar verið drepnir í Úkraínu og nærri 10 milljónir eru á flótta undan árásum Rússa. Bandaríkjaforseti hótaði því í dag að setja 30% tolla á Evrópusambandið og Mexíkó frá og með 1. ágúst. Þetta ekki fyrsta sinn sem Donald Trump tilkynnir tolla á ESB. Í janúar hótaði hann umfangsmiklum tollum án þess að nefna prósentu. Í lok febrúar tilkynnt hann að búið væri að ákveða 25% tolla á allar innflutningsvörur frá ESB. Í byrjun apríl sagði hann að tollarnir yrðu 20%. En í maí íaði hann að því að setja 50% tolla á ESB. Og samkvæmt nýjustu tilkynningu Trumps verða tollarnir 30%. Það yfirleitt á sínum eigin samfélagsmiðli Truth Social sem Bandaríkjaforseti birtir þessar upplýsingar. Bréf dagsins stílað á Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB. Í því segir að 30% tollar taki gildi 1. ágúst og því hótað að ef ESB setji tolla á Bandaríkin á móti verði tollarnir hækkaðir. Von der Leyen svaraði þessu með yfirlýsingu að tollarnir myndu rjúfa mikilvægar flutningsleiðir yfir Atlantshafið og valda miklu tjóni fyrir fyrirtæki og neytendur beggja vegna hafsins.
Mánuðum saman hafa framkvæmdastjórn ESB og fulltrúar Bandaríkjanna setið við samningaborðið. Framkvæmdastjórnin segist enn fús til samninga en einnig reiðubúin að bregðast við til þess að vernda hagsmuni ESB, til dæmis með því að hækka tolla á móti. Nýtt björgunarskip sem ber nafnið Ingibjörg kom í fyrsta skipti til hafnar í Hornafirði í dag að viðstöddu fjölmenni. Skipið er það 5. í röðinni í áætlun Landsbjargar að endurnýja allan flota björgunarskipa á landinu, alls 13 skip. Ingibjörg leysir af hólmi eldra skip með sama nafni. Hið nýja hefur 2-faldan gangshraða og á að stórbæta öryggi á hafsvæðinu suðaustan við landið. Harðjaxlar frá Litáen hafa í meira en áratug séð að setja upp og viðhalda snjóflóðavörnum hátt upp í fjöllum á Íslandi. Nú hafa þeir búið sig ofan Neskaupstaðar í 650 metra hæð. Hátt yfir Neskaupstað á fjallsbrún við Drangagil glittir í vinnubúðirnar og þangað ætlum við. Stígur hefur myndast, mennirnir arka upp á hverju morgni fram hjá skóginum sem snjóflóð felldi fyrir rúmum 2 árum. Þegar upp komið sjáum við neðstu girðingarnar og Litáana að störfum. Þeir hlaupa nánast með 200 kíló á loftpressu brattar hlíðarnar. Í vinnubúðunum hittum við Tómas verkstjóra. Our day usually starts from 8 o'clock. We're working around 10 hours per day. But if we have good weather, we're working more hours. Mennirnir bora hólur og vinna erfitt verk við erfiðar aðstæður. Ekkert stoppar þá nema kannski mikil rigning og rok. Þeir geta aðeins unnið í 4 mánuði því leið og hvítnar í fjallinu skapast fallhætta. We try to use the good weather as much as we can because it is Iceland, never knows what's gonna happen, and we are not staying here just all the week. Usually we are living down. Köfunarþjónustan hefur unnið svona verk fyrir ofan Siglufjörð, Flateyri og Patreksfjörð. Þeir voru síðast í Neskaupstað fyrir 14 árum og verða nú í 3 sumur að lagfæra og endurnýja varnarvirki. Þyrla færir þeim aðföng 2 í viku og búðirnar nýtast vel. We have a kitchen, we have a coffee, we have food, we have water and dry to our clothes. We have everything what we need and same like every people have at home. Þetta hörku púl og núna bora þeir 45 könnunarholur víða fjallið og fylla með steypu. Hver hóla skal fyllast hvað sem það kostar, svo hægt sé að kanna haldið í jarðveginum. The guys are very strong and tough guys because you can imagine not a lot of guys can walk up more or less every day up and down, and still have a lot of to do. It's not for everybody. Dæluhús yfir nýja borhólu á bökkum Ölfusár við Selfossbrúna þykir spilla útsýni og valda sjónmengun að mati sumra íbúa í Árborg. Borhólan þykir hins vegar nauðsynleg og veitustjórinn segir að byggingin verði látlaus. Heitt vatn hefur verið af skornum skammti í Árborg og Selfossveitur þurfa að halda í við ört stækkandi byggð. Nýjasta borhólan, SE45, gefur 15 til 20 lítra af yfir 70 gráðu heitu vatni á sekúndu. Byggja þarf dæluhús á háum grunni vinnsluhóluna sem aðeins 10 metrum frá bakka Ölfusár. Sumir íbúar óttast að húsið skyggi á fegur svæðisins við Ölfusárbrú og Selfosskirkju. Þetta náttúrulega breytir aðeins hvernig svæðið lítur út, en við reynum að koma bara gera eitthvað úr þessu. Það verður útsýnisgluggi inn í dælurými þar sem hægt verður að koma og sjá hvað inn í svona húsum. Hákon segir að húsið verði í dökkum látlausum lit til að skyggja ekki á kennileitin í kring. Þar verði upplýsingaskilti fyrir almenning sögu svæðisins. Það hefði ekki verið hægt að grafa húsið einhvern veginn meira niður eða að láta það falla enn betra á umhverfinu? Jó, það var skoðað í forhönnun að hafa það gjörsamlega niður grafið, þannig að það yrði bara slétt við árbakkann. En þar sem að áin hérna náttúrulega hjá okkur að hún hótar flóðum og myndir hressilega á sig núna síðasta vetur, tvisvar með flóðum hérna á svæðinu. Mótmæli eru orðin fastur hluti af tilveru Íslendinga og fólk telur þau hafa áhrif, segir fræðimaður sem rannsakað hefur þetta málefni. Samfélagsmiðlar auðveldi skipulagningu mótmælana en þau standi oft mjög stutt.
Mótmæli virðast orðin fastu þáttur í tilveru okkar. Jón Gunnar Bergburg, félagsfræðiprófessor við Háskóla Íslands, hefur rannsakað mótmæli, en hann segir fjöldamótmæli orðin fyrirferðarmeiri í einu pólitíska landslægi en voru fyrir aldamót og nefnir búsáhaldamótmælin og þau vegna Panamaskjálana sem dæmi. Og svona arfleið þess tíma, svona sína rannsóknir, svolítið að svona cirka kannski 2/3 hlutar landsmanna telja að mótmæli séu mjög eða frekar áhrifarík leið til að hafa áhrif á stjórnvöld. Say it loud, say it clear! Hann segir bæði innlendar og erlendar rannsóknir sína að fólk telji mótmæli geta haft áhrif og eins hafi sýnt sig hérlendis að það hvetji fólk til að skipuleggja sig og taka þátt í mótmælum. Það svona eiginlega algjör lykilbreyta reyndar í því sambandi. Hann segir Íslendinga hafi verið aðeins seinni til en önnur Vesturlönd í að skipuleggja sig og átta sig á því að stjórnvöld fjalli ekki alltaf hugðarefni einstaklingana. Fólk hafi séð að ef enginn segir neitt sé gengi út frá því að allir séu sáttir. Nú séu samfélagsmiðlar lykilatriði í skipulagningu mótmæla en kalla megi þá tvíeggja sverð þeir auðveldi skipulagið. En þeir eru líka, að því að þeir krefjast ekki mikil skipulags eða samtaka, þá eru mótmælin sem að samfélagsmiðlarnir gera kleift, þá eru það oft með stutt, skammvinn. Þau svona koma og fara, það svona kannski hin hliðin á málinu. Á sama tíma og bestu tennisleikarar heims etja kappi á Wimbledon-mótinu í London rúmlega tíraður tenniskappi Ástralíu, Henry nokkur Young, að æfa fyrir sitt næsta mót. Young, sem 101 árs, byrjaði að æfa tennis á 8-ársaldri. Þessa dagana undirbýr hann sig fyrir meistaramót öldunga í tennis og hlakkar mikið til mótsins. And to walk through and have 15,000 people applaud is the kind of thing that's engraved in your memory for life. And I've done it. Young segir lykilinn að langlífi að þiggja þá læknisaðstoð sem í boði Two new knees, a new hip, a pacemaker for my heart, a hearing aid in my left ear and a cochlear in my right ear. And I think the rest of me is pretty right. Þá sé mikilvægt að fólk hafi trú á sjálfu sér. People give up, that's what bugs me, and they shouldn't. You know, if there's a weakness, the only way to fix a weakness is to make it stronger, and you know that's tennis. Bæjar- og tónlistarhátíðin Hjarta Hafnarfjarðar í fullum gangi og rétt að verða hálfnuð helgina. Í dag var boðið upp á handverksmarkað, svokallaðan pop-up markað með íslenskri hönnun og framleiðslu. Á annan tug hönnuða voru þar að sýna og selja verk sín sem öll eru hönnuð og framleidd á Íslandi. Hátíðin nær hámarki Verslunarmannahelgina. Og meira á bæjarhátíðum því Kótilettan haldin í 15. sinn á Selfossi helgina. Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður á Selfossi. Það hefur verið nóg að vera þær í dag. Já, það raun búin að vera stíf dagskrá hérna síðan á fimmtudaginn, en þetta náði allt síðan svona hámarki í dag og í kvöld. Í dag var dagskrá fyrir alla fjölskylduna, mikið grillað eins og venjan En hérna hjá mér Einar Björnsson, skipuleggjandi hátíðarinnar. Já, Einar, hvernig hefur þetta gengið? Já, bara alveg frábærlega, væri ég að segja. Þetta búið að vera alveg virkilega bara vel lukkað í alla staði og þetta svona þriðja kvöldi svona sem við erum að halda upp á þetta 15 ára afmæli og allt gengið óskum. Veðrið leikið við okkur og það virðist alltaf bara verða frábært veður í kvöld líka og gríðarleg stemning í bænum og virkilega gaman að sjá að Sigtúnsgarður og allir þessi stóru og flottu framleiðendur sem í dag skörtuðu sínum fegursta og óbóðslega vel lukkað verði ég að segja og það virðist bara vera einhver lukka yfir okkur enn og aftur með þessa hátíð og gaman að fagna 15 ára afmæli á þeim forsendum og svo í kvöld á Stóra Eimskipssviðinu verður stórskotalið íslenska tónlistarsögu síðastliðin bara í 40-50 ár. Meira þess að Björgvin Halldórsson kemur okkar góðu vinnur og allir nýju flottu artistanir og það er svona eins og segið það nú að verða uppselt á það en þá ef maður mennur snöggið til þá geta nælt sér miða en að öðru leyti gekk þetta bara frábærlega vel uppbyttan tónleikarnir byrjuði hér á föstudag og fimmtudag segi og svo bara í gær var
gríðarlega stemning og við vorum að stækka hérna planið sem var alltaf svolítið svona afmælisgjöfin að geta gert það. Þökk sé frumherji og flottum fyrirtækjum sem í nágrannum okkar. Þannig við erum bara gríðarlega spenntir í kvöldinu og held að þetta verði algjörlega frábært að fagna þessu í kvöld. Og planið virðist og ætlar að verða fullt eins og í gær og en gaman að segja frá því varðandi grillið, það voru óbúðslega mikil spenna í loftinu með grillpylsukeppni sem var í gangi og fólk getur kynnt sér þetta, við ætlum að kynna þetta á morgun og gaman að sjá bara hvað allt saman small heim og saman, skipulagslega séð og það hefur þetta vissulega svolítið challenge með þessa brú hérna, en fólk voru að hlýða okkur núna loksins, það keyra þrengslin og það var miklu þægilegra. Já, takk hérlega fyrir það, ég segi bara góða skemmtun í kvöld og við kveðjum héðan frá Selfossi. Takk fyrir þetta. Þá ætlum við að líta næst til veðurs. Allt útlit fyrir að komandi dagar verði hlýir og bjartir víða land þar sem heitt loft frá meginlandi Evrópu mun taka streyma vestur yfir landið. Það því viðbúið að hitatölur fari víða yfir 20 stig í komandi viku, þó vissulega verði nokkur svalara þar sem vindur stendur af hafi. Á morgun gera spákortin ráð fyrir 20 stiga hita á norðausturhorni landsins og á mánudag geti hiti náð yfir 25 stig, bæði sunnan og norðan heiða. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Spennan var mikil þegar Vestri og Fram mættust í undanúrslitum bikarkeppni karla í fótbolta í dag. Vítaspyrnukeppni þurfti til að fá fram úrslitin. Keppni í C-riðli lauk á Evrópumóti kvenna í fótbolta í Sviss í kvöld. Íslenska kriketlandsliðið gera það gott þessa dagana á Evrópumótinu. Við litum á æfingu hjá liðinu í vikunni. Og svo það Laugavegslaupið, Wimbledon-mótið og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Þingfundi var ítrekað frestað á Alþingi í dag og hvöss orðaskipti áttu sér stað milli þingmanna. Veiðigjaldsfrumvarpið náði ekki fram að ganga en samkomulag þinglok á mánudag. 2 hið minnsta voru drepnir í sífellt harðnandi árásum Rússa á Úkraínu. Rússlands her skaut hundruðum dróna og nærri 30 eldflugum í nótt. Svefnlausar nætur eru nýja normið fyrir íbúa Kíev. Í 650 metra hæð yfir Neskaupstað hafa harðjaxlar frá Litáen komið sér fyrir til að setja upp og viðhalda snjóflóðavörnum. Þeir búa niður í bæ og víla ekki fyrir sér að ganga í vinnuna á hverju morgni. Fjöldamótmæli eru orðin fastur hluti af tilveru Íslendinga. Það auðveldara en áður að skipuleggja þau með hjálp samfélagsmiðla, segir félagsfræðiprófessor sem rannsakar þessa hlið samfélagsins. Og við ljúkum þessum fréttatíma á svipmyndum af víkingahátíð sem haldin helgina á Eiríksstöðum í Haukadal. Hátíðin tileinkuð svokölluðum fornleifa tilraunum sem felast til dæmis í því að prófa matargerð sem talið að hafi verið stunduð til forna. Börnin leika sér að leggjum og skel og það verður hægt að handleika vopn víkinga. Hátíðin stendur fram á morgundaginn og það frítt inn fyrir alla sem mæta í víkingaklæðum. Við segjum fréttir næst í útvarpi klukkan 10. Verið sæl. He did not complain. Held ég að þetta tilbúið? Já. Bara. Og þar. And then these two. I can't draw that like this. Then more than 2. Sorry, it's too heavy for me.